Upptökuna. Já, komið þið sæl. Ég semst heiti Helga og er náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri hjá Framvegis-miðstöð símenntunar í Reykjavík og við erum hér til þess að ég ætla að deila með ykkur hérna þessum skjá. Ég semst ætla að fara yfir þetta raunfærnimat á sjúkraliðabraut. Og það sem ég ætla að fjalla það er svona hvað raunfærnimat er almennt, af því að þetta er svona hugtak sem að okkur ekkert tamt. Og það eru svona fólk hefur svona alls konar skilning á þessu og það er ágætt að fara bara aðeins yfir hvað þetta er. Þannig að hérna við séum öll á sömu síðu, sko. Síðan ætla ég að tala sérstaklega náttúrulega raunfærnimatið á sjúkraliðabrautina, við erum náttúrulega mesta púðrið í það. Og svo höfum við hérna spurningar bara í restina, þannig að ef það er eitthvað að sko margar spurningarnar ykkar, ég svara kannski einhverjum spurningum svona þegar líður á, en endilega hérna punktið hjá ykkur ef það er eitthvað sem að þið viljið spyrja Ok, ég ætla aðeins að tala þetta fyrirbæri sem heitir framhaldsfræðsla. Og þetta er hérna ástæða fyrir ég geri það að þetta er umhverfi sem við erum að vinna í og í raun og veru það sem býr að baki raunfærnimatinu. Framvegis semst við erum símenntunarmiðstöð og við störfum eftir lögum framhaldsfræðslu og þar sem segir að við erum að bjóða upp á það sem er kallað vottaðar námsleiðir, náms- og starfsráðgjöf og svo raunfærnimat. Og þetta allt saman erum við að bjóða upp á samkvæmt þessum lögum fyrir fullorðna sem hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla og þetta er kostað af ríkinu. Það er rétt að taka það fram. En markhópurinn okkar eru sem sagt fullorðnir sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla, getur verið annarkvort aldrei byrjað eða hætt námi af hérna einhverjum orsökum og önnur ástæða fyrir ég tala þetta ekki bara að skilja þetta umhverfi, heldur að það er talsvert af fólki sem fellur ekki í markhópinn okkar sem að sækjast eftir raunfærnimati. Og þá er ágætt að átta sig á því svona hvað snýr upp og niður. Þetta var bara örstutt þetta, síðan hvað er raunfærnimat? Í stuttu máli, raunfærnimat gefur fólki sem hefur unnið tiltekið störf tækifæri á að fá hæfni sína metna til eininga í framhaldsskóla. Og það er litið svo á að hérna, það hvar hæfnin er aflað, það er ekki endilega það sem skiptir máli, heldur hvort að viðkomandi býr yfir þessari hæfni. Og grunnhugmyndin svona í raunfærnimati að það er að nám fari fram víðar en í hinu formlega skólakerfi og að það sé þá rétt að fólk eigi að geta fengið það nám metið, það sem að fer til dæmis fram á vinnustöðum. Og með þessu að þá að fólk að geta hérna, stytt nám, þar sem að þarf ekki að sitja áfanga sem fjalla efni sem að fólk þegar kann og þekkir vel. Og sem svo ég ítreka það að í raunfærnimatinu er verið að skoða hvað viðkomandi kann raunverulega, en til dæmis ekki að meta bara út frá tíma. Af því ég reki mig á það að sumir halda bara ok, ég er búin að vinna í 3 ár og þá á ég að fá þetta metið. En þetta virkar ekki svona. En það að ykkur hafi unnið eitthvað tiltekið starf, að það leiðir semst ekki sjálfkrafa til þess að fá metið. En tilgangur raunfærnimatsins að það er þannig að fá hæfni sína staðfesta eða viðurkennda, getum við sagt, skjalfesta af því þetta er skráð og þannig er hægt að stytta námið, af því þetta er skráð þá inn í innu. En þetta er svona almennt raunfærnimat sem er hluti af framhaldsfræðslu sem að við störfum innan sem gerum þetta raunfærnimat, en núna skulum við bara fara því sem að þið komið til að heyra hér og það er náttúrulega raunfærnimatið á sjúkraliðabrautina. Þetta sko raunfærnimat, þarna erum við að meta fólk formlega inn á brautina eða meta hæfni þessi viðfangsefnum í þeim áfangum sem eru til mats. Og það er rétt að taka strax fram að við hjá Framvegis, við erum ekki að kenna sjúkraliðabrautina, en áfangar sem fólk fær metið hérna í raunfærnimatinu, að þeir eru bara gjaldgengir og gilda í öllum skólum sem eru með sjúkraliðabraut. Áfangarnir til mats, nú örugglega einhver ykkar búin að skoða heimasíðuna alveg í drep og þekki þetta allt saman, en ég ætla nú að fara yfir þetta.
Þetta eru sem sagt þessir 6 áfangar sem eru til mats. Hérna heitin á þeim og þetta hérna kóðarnir. Og við sjáum þarna að það eru 3 áfangar á fyrsta þrepi, 2 áfangar á öðru þrepi og 1 á þriðja þrepi. Og þetta eru samtals 33 einingar sem mögulegt að fá metnar, en sjúkraliða brautirnar að þær eru hérna rúmlega 200 einingar. Einhverjir eru kannski á sjúkraliða brúm, ég man ekki alveg hvort að þær eru 140 eða eitthvað svoleiðis, en þannig að þetta raunfærni mat er í raun og veru bara lítill hluti brautarinnar, jafngildir svona sirka 1 önn, en það er náttúrulega alveg hellingur að ná því, sko. Ok, og hverjir geta komið í raunfærnimat? Það er eins og ég talaði áðan í sambandi við markhóp framhaldsfræðslunnar. Það eru þau sem hafa litla formlega menntun talað hafa ekki útskrifast af 3. þrepi framhaldsskóla, og 3. þrepið að það er, þú veist, eins og stúdentspróf, iðnnám, sjúkraliða brautin, útskriftin þar til dæmis á 3. þrepi. En í raunfærni mati bætist við skilyrðið að fólk sé sko 23 ára eldra og í okkar tilfelli hafa starfað í umönnun eða tengdum störfum í að minnstakosti 3 ár. Þannig að þetta eru skilyrði fyrir þetta, og það litið svo á þetta með 23 ára eldri bara ákveðin þroski, hafa starfað í að minnstakosti 3 ár, af því að þetta er náttúrulega mat á raunverulegri hæfni sem að fólk hefur aflað sér, að það þarf það náttúrulega að hafa starfað í þessu. Og ef ég tek sem dæmi að þá með verknám á hjúkrunarheimili eða á öldrunarlækningadeild, það hefur komið fólk sem hefur starfað í umönnun en ekki á hjúkrunarheimili eða öldrunarlækningadeild. Sumir hafa fengið þetta metið að þeir hafa hæfnina en aðrir ekki. Þannig að það er ekkert gefið, þú veist, þó að fólk hafi unnið í umönnun einhvers staðar, að það til dæmis fáið þennan áfangametin. Ok, þeir sem falla ekki undir markhóp framhaldsfræðslu, þau þurfa að greiða sjálf fyrir matið, og það er samkvæmt velista fræðslusjóð sem að við heyrum svolítið undir, eða hvað var það fjármagn allavega, og það er 159.000 krónur, bara grunngjald fyrir matið, og síðan 1947 króna hver metin eining. Það hafa, ég man ekki alveg hvort það eru 6 eða 7 sem hafa farið í gegnum þetta hjá okkur af 70 manns, sem að hafa ekki fallið í markhópinn og hafa greitt þetta sjálf. Þau öll hafa kannað áður, og ég hef lagt áherslu á það við fólk að það kanni áður hvort að það er rétt á styrk eða endurgreiðslu frá stéttarfélagi, og það hafa allir haft það, en væntanlega ekki fulla endurgreiðslu. Þannig að þetta kostar talsvert, en á móti er fólk að fá til dæmis ef það fær vinnustaðafangan metin, þá er það 15 launalausa vaktir og náttúrulega tíminn sem að fólk sparar og annað slíkt. Þannig að svona lítur þetta út. Ferlið í raunfærnimati. Það er skráning á heimasíðu Framvegis sem að mörg ykkar gerðuð, en skráningin er í raun og veru bara þannig að við sjáum svona sirka umfangið, og að ég geti þá sendt pósta á þá sem eru búin að skrá sig til dæmis til að minna á þennan fund. Þetta er sem sagt búið. Við erum sem sagt núna í þessari kynningu, og það sem að er næst á dagskrá eru skimunarviðtöl, og það er maður á mann, og við gerum það skal ég ykkur segja, gerum það á netinu. Ég útskýri það eftir smá stund. Fólk eru að fara yfir bara hvort að fólk eigi erindi, uppfylli skilyrði, annað slíkt, safna gögnum og þannig. Síðan færniskráning, að verða fundir á netinu, þar sem að fólk er að fylla út færnimöppu og síðan gátlista. Ég veit að það er fullt af hugtökum sem að kannski virka pínu flókin, en þetta kemur allt í ljós. Síðan er matsamtöl. Þegar hér er komið sögu, þá erum við búin að safna öllum gögnum, höfum svona mynd af ykkar bara reynslu og færni, og þá er komið að matsamtölum þar sem að matsmenn koma til skjalana sem eru kennarar á sjúkraliðabraut, og þeir í raun og veru hafa skoða bara hvaða færni þið búið yfir og spjalla við ykkur, og síðan er annað hvort metið eða ekki metið.
Útskriftin í raun og veru að skrá hérna einingarnar í innu sem að fólk fær metið og síðan bara loka samtal hjá mér. Ég sé að það eitthvað komið í tjattið, ég ætla að taka það fram að ég ekki að fylgjast með tjattinu eða spjallglugganum á þessum fundi, þannig að endilega punkti hjá ykkur og berið bara upp spurningar þegar á eftir. Ég ætla aðeins að fara inn á heimasíðu Matsins. Þetta við notum hana mikið í þessu ferli og til dæmis sjáu þið bara hvað er framundan og svoleiðis. Fer ég inn á bara forsíðuna hjá Framvegis, fer inn á þjónusta og raunfærnimat, sjúkraliðabraut. Til dæmis kem ég til með að setja upptökuna af þessum fundi og þetta dagskrá haustanar. Þetta svolítið það sem við notum mikið. Já, krækjafundi verið birt hér en hún var birt hér. Á eftir kem ég til með að setja krækju á bókunarsíðu fyrir skimunarviðtöl. Og þeir sem ætli ykkur raunverulega að halda áfram í þessu raunfærnimati eða vilji skoða það, að þá bókið þið viðtal þarna. Þau eru á netinu, tökum þetta á Teams. Ef að fólk vill miklu frekar koma í hús, við erum í Borgartúni 20, að þá gengur það alveg, en þá þarf bara að láta mig vita, hafa samband við mig í tölvupósti og láta mig vita. Það sem fólk kemur í skimunarviðtal, það þarf að skila ákveðnum gögnum til mín, síðan hér það sem við köllum sjálfsmatsfundur færnimappa og getur fólk valið á milli 2 tímasetninga. Mánudagur 25. september klukkan 11 og miðvikudagur 27. klukkan 3. Færnimappan hér og það sem að fólk gerir einfaldlega, það smellir á og hleður niður þá þessari skýrslu eða þessari möppu og getur unnið í henni. Kíkjum aðeins betur á þetta á eftir. Síðan þegar allt þetta komið, staðfesting á starfi, staðfesting á fyrir námi, færnimappan, þegar allt þetta komið til mín, að þá fær fólk sent í tölvupósti svokallaðan gátlista, þar sem bara verið að merkja við atriði sem í áfengunum og þeir að meta bara, hvað þið kunnið og allt svoleiðis. Og það eru líka 2 fundir 3. okt og 5. okt. Og krækjur á þessa fundi, bæði þennan fund með færnimöppuna og gátlistan, krækjurnar verða birtar hér. Síðan bara byrjum við að taka matsamtöl bara strax í október. Og þetta dregst stundum út af bara milljón ástæðum. Matsmennirnir okkar eru líka að vinna annars staðar. Þið eru að vinna, þannig þetta stundum svolítið mikið púsla. En þetta hefst nú yfirleitt á endanum, skal ég segja ykkur, eins merkilegt og það nú er. Og þessi dagskrá sem ég var að fara yfir, hún alveg línuleg. Þetta þarf að gerast áður en hitt gerist og svo framvegis. Og það sem ég langar kannski að gera að biðja ykkur bara strax, þeir sem ætlaði að halda áfram, að taka frá annaðhvort þennan mánudag 25. sept eða 27. sept og fyrirgefiði og líka annaðhvort 3. okt eða 5. okt. Ástæðan fyrir býð upp á 2 tímasetningar einfaldlega bara út af ykkar vinnutíma. En flestir geta nú hliðra til og svoleiðis. Það sem að þið þurfið að gera til að hafa þetta alveg skýrt, ég veit þetta mikið af upplýsingum og allt svoleiðis, þannig ágætt að fara bara í þetta með teskeið. Þið þurfið að skila inn gögnum fyrra nám. Til dæmis framhaldsskóli, einingar sem að þið hafið tekið, áfangar sem þið hafið tekið, eða viðurkenningar eða staðfestingar fyrir námskeið, ráðstefnur og fleira sem tengi starfi. Ég þarf ekkert að fá einhverjar viðurkenningar af einhverjum matreiðslu námskeið með einhver svoleiðis, en sumir hafa verið að sækja einhver námskeið og þá ágætt að fá þær staðfestingar. Og þessi gögn, það rosa gott, það frábært að þau eru tilbúin fyrir skimunarviðtöl, en allavega verið búin að svona leita að þeim. Að leita þetta uppi. Stundum þetta pínu ves að finna þetta allt saman. Þannig að ef þetta er tilbúið fyrir þennan tíma það frábært, ef ekki að fólk sé allavega byrjað að
reyna að afla þessara gagna, sko. Þetta eru gögnin sem þið þurfa að skila inn fyrirgefiði. Síðan þurfið þið líka að vinna og skila inn færnimöppu sem á netinu og ég segi ykkur alveg hvenær þið að gera það og sjálfsmatslista og það að vera búin að skila öllu þessu hérna, skila þessum gögnum, vinna og skila þessu, að það skilyrði til að komast í matsamtal. Það fer enginn í matsamtal nema að vera búin að skila öllum gögnunum. Þið sem þurfið að mæta í skimunarviðtöl, matsamtöl og lokaviðtal og þið skráið ykkur á heimasíðunni og viðtölin geta verið hérna á netinu og í húsi. Ég voni ég sé ekki að fæla neitt frá með öllu þessu, en þetta bara ferli sem við eigum að fara eftir og það virkar og þetta mjög gott ferli. Og ég leiði ykkur líka áfram í þessu. Þetta ekki þannig að þið fá bara þetta og síðan eða græja þetta. Við förum í gegnum þetta allt saman svona jafn óðum. Færnimappan sem hlaðið niður á heimasíðu Matsins, þetta einfaldlega bara svona Word-skjal sem þið hlaðið niður og hérna bara persónuupplýsingar, síðan starfsreynslan, hún alltaf skiptir gríðarlega miklu máli og þegar það kemur að hérna sjálfsmatsfundunum þar sem við förum í þessa færnimöppu, að þá ég að fara í gegnum, þú veist, hvað á að skrá hvar og ástæðan fyrir við gerum þetta svona, fáum fólk saman á fund, það koma iðulega upp sömu spurningarnar. Og þá erum við í staðin fyrir að vera að svara 30 manns, að þá bara að svara öllum í einu. Menntunin hérna skráir fólk menntunina sína, önnur reynsla á færni, það oft eitthvað annað sem getur skipt máli og síðan bara markmið, hver markmiðið með raunfærnimatinu og hérna annað slíkt. Þannig að svona lítur þetta út. Þeir sem þurfa aðstoð eru kannski lítið tölvufærir og treysta sér ekki í þetta, að við finnum út úr því. Það þetta græja og gera alls konar. Ok, næstu skref hjá ykkur í raun og veru ekkert rosalega flókin. Ég set inn krækja á bókunarsíðu þar sem ég skráið ykkur í skimunarviðtal. Og þau byrja á mánudaginn í næstu viku og klukkan 9 minnir mig og það á að vera nóg af viðtölum í boði, það í næstu viku og eitthvað í vikun og eftir og ég fylgist svona náttúrulega með, þú veist, hverjir eru búinir að koma í viðtöl og annað slíkt og hef samband við þá sem að hérna ekki búinir að bóka sig og bara til að fá, þú veist, fólk að gleyma sér eða, þú veist, þarf aðstoð eða eitthvað svoleiðis. Finna til gögn hérna nám og staðfesting á starfi. Það rosa gott ef þið byrja á þessu bara sem fyrst. Og síðan það mæti skimunarviðtal hérna hjá mér. Á Teams eða í húsi. Ef þið viljið koma í hús, segið það bara aftur að hérna þá sendið mér tölvupóst. Síðan þessi 2 fundir eftir það. En þetta það sem þið þurfið að gera núna. Skrá ykkur í skimunarviðtöl, finna þetta gögn og síðan mæta bara í viðtali sem að þið náttúrulega hafið bókað hérna sjálf. Ok, þetta svona bara dæmi gögn. Hérna námsferill, þetta eitthvað skjáskot úr innu, örugglega eitthvað gamalt. Þetta hérna viðurkenninga á einhverju námskeiði sem einhverju farið á. Síðan lítur færnimappan svona út og gátlistinn svona. En ég fer yfir gátlistan seinna. Það bara ekki tímabært að gera það í raun og veru núna. Ok, ég búin að fara yfir efni sem að ég var með, þannig að ég ætla bara að hætta að deila og það bara opið fyrir spurningar. Þannig ef þið hafið... Hvað skráum maður fyrir skimunina? Á heimasíðu Matsins. Það Raunfærnismat, hérna. Varstu ekki allan fundinn? Jú, hérna. Jú, hérna. Eru þið búin að finna þetta? Ok, ég set krækjuna hérna bara, sko ég set krækjuna alltaf eftir hennan fund, þannig að fólk viti hvað að skrá sig í. Þannig að hún kemur bara núna rétt eftir að fundinum hérna lýkur. Eru fleiri spurningar? Já, ég. Já. Hérna,
Ég búin að útskrifast á menntaskóla 2005, þannig að fitta ég ekki inn í þetta. Þarf ég þá að borga þetta gjald sem þú varst að tala um? Já. Ok. Þetta rosa stíft, sko. Það í raun og veru má líta á þetta þannig að eins og ríkið búin að borga fyrir þína framhaldsskólamenntun, skilurðu, og þarna ríkið að styrkja þetta líka, og þetta fólk sem ekki búið með menntun, sko. Því miður, ég væri til að hleypa öllum í gegn, en ég hef ekki þau völd. Nei, en veistu hvað stéttarfélagið tekur mikið á sig á móti? Eða? Það bara misjafnt eftir félögum. Í hvað félagi ertu? Ég er í Verkvest. Kannaðu það bara. Hafðu bara samband við þitt félag, alltaf misjafnt hvað fólk á mikinn rétt. Já. Og sko það talað nú ég að tala pínu óábyrgt, en ég hef séð að stéttarfélag greiðir alltaf 90% af kostnaði, en svo alltaf misjafnt hvaða rétt hver og einn einstaklingur á. Já. Þannig endilega kanna þetta áður en þú getur alveg skráðið í skimunarviðtal, við getum tekið það. Já. Og það engin skuldbinding þannig séð. Og þá getur líka séð svona hver kostnaðurinn yrði hjá þér sirka ef þú fengir allt metið sem þú ert að sækjast eftir að fá metið. Já, ég er líka búin að vinna sko á hjúkrunarheimili síðan 2016. Já, sko þeir sem eru ekki í markhópi en hafa unnið í þessi 3 ár og eru 23 ára, en eru með ómikla menntun, að þeir, geta alveg komið í þetta en þurfa að greiða sjálfur, sko. Þannig. Það er svolítið ósanngjarnt, ekki ósanngjarnt. Það fer eftir hvernig þú lítur á það, sko. Þetta framhaldsfræðslan fyrir 18 ára og eldri sem hafi ekki lokið námi í framhaldsskóla. Það alveg skýrt, og þetta var algjörlega lokað lengi vel. Það var byrjað á raunfærnimati fyrir, held ég, svona 20 árum mest í iðngreinunum. En það var svo mikil ásókn af fólki sem féll ekki markhópinn til að koma í þetta, þannig að það var ákveðið að opna þetta, en þá þyrfti fólk að greiða sjálft, sko. Ok. En við ræðum þetta bara í betri skimunarviðtalinu, er það ekki? Já. Fleiri spurningar verið alveg ófeimin. Það eru engar spurningar asnalegar, sko. Varðandi, að fá, þú þarft að fá að við séum búin með einhverja skólamenntun. Þarft að fá fyrir grunnskóla líka? Nei. Ekki grunnskóla. Nei, bara framhaldsskóla. Já, þetta einingarnar sem fólk búið með í framhaldsskóla. Stundum kemur í ljós að fólk hefur kannski verið í ykkur námi fyrir lengur síðan og jafnvel búin með heilbrigðisfræði eða eitthvað. Skilur, þannig við höfum það bara alveg á. En ég tala bara við móttökuna í skólanum og fæðu til að pretta út fyrir mig, ekki? Jú, endilega. Og svo ég að skoða, af því þetta var einu sinni þannig að við gátum öll komist inn á námsferilinn okkar í gegnum Ísland.is, það ekki hægt lengur. En ég að skoða leið hvort að ég get einhvern veginn farið fram hjá þessu bara í kerfinu hjá okkur, en það kemur í ljós, ég ræði það bara við ykkur þegar það að kemur, sko. Já. Eitthvað meira? Var þetta nógu skýrt hjá mér? Staðfesting á starfi, það ekki bara sendið í e-mail til þín? Jú, þið sendið, ég vil enga pappíra. Við gerum þetta allt rafrænt eins og hægt sko. Og þetta virkar þannig að þeir eru búin að senda mér pappírana, ég bý til möppu fyrir hvern og einn þátttakanda og síðan fá matsmennirnir aðgang að þeim gögnum, þannig að þeir getur átta sig á, fengi mynda af ykkur, og ykkar reynslu á þeirni fara svo að tala við ykkur, sko. En hvenær þurfum við að greiða fyrir námskeiðið, ef þetta raunfærnimætið? Raunfærnimætið, það ekki fyrir því í lokið, einfaldlega vegna þess að við vitum ekkert fyrirfram, hversu margar einingar hver og einn fær metna. Já, ok. Kristín heyrist þið mér? Já, þetta Laufey? Já, þarna ertu Laufey, já, gerðu svo vel. Já, ég misti nefnilega helmingnum að heyrðu það var ekki hljóð, þannig að ég ætlaði bara að spyrja, það ekki bara að skrá mig bara næst í það skimunarviðtal og vera tilbúið með gögnin? Jú, allavega vera, búin að byrja að safna saman gögnunum. Já. Að vera með það svolítið á hreinu. Þannig að næsta skref að skrá sig í skimunarviðtal og þá förum við yfir þetta bara, maður og mann, hvernig þetta lítur út.
Og það byrjar semst í næstu viku á Já. eða þú veist. Já. Ok. Við prentum allt út sjálf eða ekki þannig að möppum sem við þurfum að fylla út í og eitthvað. Við fyllum þetta út á netinu. Jú, sko ekki, já, mjög góð spurning, takk fyrir þetta. Helst ekki prenta neitt út. Þið bara hlaðið þessu niður í tækið ykkar, í tölvun ykkar og af því þetta er Word-skjal og þá getið þið unnið í því þar. Og það kemur alltaf fyrir hérna að það eru einhverjir sem að hérna eru bara ekki vanir að vera í tölvum og kunni ekki alveg á þetta og þá höfum við alveg verið að fá fólk hingað til okkar í hús og við höfum verið að aðstoða. Þannig að hérna ef einhverju smeykur við svona einhverja tölvuvinnu eða vinnu í Word eða eitthvað, ekki láta það stoppa ykkur, bara látið vita og við finnum út úr þessu. En ég er búin með heilbrigðisfræði og næringafræði. Ég byrjaði á seinustöðan í sjúkraliðanum og ég glemdi bara, ég skráði mig ekki í þetta. Já. Ég held það var ekki í boði. Já, sko það skiptir engu máli, sko sumir koma og fá bara einn áfangametin. Og við skoðum þetta bara í skimunarviðtalinu, hvernig þetta allt saman lítur út. Það er í raun og veru fæstir sem að fara í alla áfangana af því við erum að fá talsvert af hérna fólki sem hefur þegar hafið nám. Þannig að þetta er bara ólíkt. Sumir fara í einn áfanga og aðrir fara í alla og það er mjög misjafnt. En verið þá að borga 150.000 í allt þess að metin í öllu eða verið að borga fyrir hvern áfanga fyrir sig? Grunngjaldið, bara alveg saman hvort þú fyrir í einn áfanga eða alla, þetta var ekki 159.000? Jú, eitthvað. Og síðan á hverja einingu sem þú færð metna, að þá það hérna nákvæmlega 1947 krónur. Já, ok. Heyriði, hún er 1 mínútu í auglýstan lokatíma þessa funds, þannig að hérna, það er kannski pláss fyrir eina spurningu ef hún er þarna einhvers staðar. Mér sýnist ekki, þannig að ég ætla að setja bara núna, við erum komin inn væntanlega eftir bara nokkra mínútur, krækja á hérna bókunarsíðuna fyrir skimunarviðtölin. Ég tek 45 mínútur frá í hvert viðtal, svo þetta svolítið misjafnt hvernig stundum erum við bara rosa stutt og stundum lengi og allavega sko. Já, þannig að þið bókið bara tíma og svo sé ég eitthvað vonandi öll bara í næstu viku eða þar næstu. Frábært. Yes, takk. Heyrðu, bara kærar þakkir. Gaman að sjá okkur öll. Gaman. Bless. Bless.